Á dögunum var haldinn skipulagsfundur á Djúpavogi en unnið hefur verið hörðum höndum að deiliskipulagi sem kynnt var á fundinum. Það sem athygli vekur hvernig skipulagi var kynnt fyrir heimamönnum en notast var við þrívíðan gagnvirkan sýndarveruleika af umhverfinu í kringum voginn til að raungera það sem kemur fram í skipulaginu. Verkefnið samstarfsverkefni TGJ, Djúpavogshrepps og Tölvudeildar Háskólans og styrkt af Tækniþróunarsjóði. Páll Jakob Líndal, doktor í umhverfissálfræði og fulltrúi skipulagsskrifstofu sveitafélagsins, segir að þarna gefist fólki kostur á að upplifa hluta af því sem þetta umhverfi mun hafa upp á að bjóða í framtíðinni. En hvað það við sýndarveruleikann sem svona spennandi? Gagnvirkur sýndarveruleiki, hann hefur gríðarlega möguleika vegna þess að þar ertu komin í rauninni, getur þú skapað í tilrauna aðstæðum. Alltaf umhverfi sem bara dettur í hug. Þú getur gert allar breytingar, þú getur gert allt í sýndarveruleika án þess að það þarf að kosta miklu til. Þannig að þá er þetta að testa eða prófa hvernig mismunandi hugmyndir, varðandi hönnun og skipulag, hvernig þær eru að koma út, hvaða áhrif þær eru að hafa án þess að þurfa að byggja hér allt upp, steypa allt upp og fatta síðan mörg 100 milljónum seinna að þetta var sennilega ekki að virka. Í doktorsnámi sínu rannsakaði Páll samspil umhverfis og fólks og hvernig mismunandi skipulag hefur áhrif á það. Niðurstöðurnar færði hann síðan yfir í gagnvirkan þrívíddarheim en þannig heimur nýtist nú í skipulagsvinnu Djúpavogshrepps. Okkur langar til að ekki gera bara rannsóknir á áhrifum hvernig í rauninni þetta samspil arkitektúrs og hönnunar á fólk, heldur líka hvernig þetta að nýta sýndarveruleika sem tæki í skipulagsvinnu og hvernig við getum notað þessa gríðarlegu tækni til að hjálpa okkur að búa til mannvænt umhverfi því að það það sem okkur skortir svo gríðarlega núna, það að geta búið til mannvænt, virkilega gott mannvænt umhverfi. Við erum dálítið og svo tilhneigingu verið í áratugum saman að við höfum ekki nægjanlega horft til sálfræðilegra þátta þegar við erum að móta umhverfi okkar. Djúpavogshreppur aðili að Sittastlóð-hreyfingunni en markmið hennar að auka lífsgæði og ánægju fólks með því að veita hnattvæðingu, einsleitni og hraða áráttu í borgum og bæjum nútímans viðnám og heiðra þess í stað sérstöðu, vitund og sjálfbærni. Deiliskipulagið það mótast af Sittastlóð. Vegna þess að Sittastlóð boðar í rauninni bara mannvænt umhverfi, að skapa mannvænt umhverfi og það hefur Djúpavogshreppur lagt gríðarlega áherslu á í þessari vinnu, það að skapa mannvænt umhverfi. Skipulagið heitir íbúar í forgrunni. Þannig að við erum mikið að hugsa það, hvernig getum við bætt lífsgæði íbúa hér á Djúpavogi, fólk sem hér 365 daga á ári, en leið hvernig getum við í rauninni boðið gestum upp á aðlaðandi og áhugavert umhverfi sem þá verður til þess að styrkja þá byggð og auðga hér bara mannlíf og samfélagi hérna á Djúpavogi. Og það eru margar nýjar og spennandi hugmyndir sem koma fram í nýju deiliskipulagi og hægt að sjá í gleraugunum. Til að mynda mikil áhersla lögð á öryggi gangandi vegfarenda og ákveðin dvalarsvæði. Það sem við sjáum líka fyrir okkur hér að reisa hér gömul hús sem eiga sér sögulega skírskotun. Hús sem áður stóð Suðurkaupstaður, hér það sem var sirka það sem bíllinn stendur á. Og hugmyndir það að endurbyggja þessi hús í einhverri mynd með sögulegri skírskotum þarna á þessu svæði til að styrkja rauninni heildarásýnd svæðisins. Við erum að taka fyrirvarandi þvottaplanið og gera það í rauninni að svona miðbæða torgi og reyna að reyna að skapa hér heildstæða mynd alveg frá þessum gömlu húsum hérna fyrir voginn og svo hérna út aftur og út að Tríton sem þarna dökkahúsið sem stendur þarna svona skemmtilega og svona einkennistákn að mörgu leyti Djúpavogs eða miðbæðarsvæðis Djúpavogs. En hvað skyldi heimafólki finnast þennan þrívíða sýndarveruleika? Mér finnst þetta bara frábært, Mér finnst þetta frábært að geta séð gera sér mun betur grein fyrir öllum hlutvöllum og hvernig þetta getur verið í raun og veru. Maður sé betur grein fyrir því en ef maður sér þetta á einhverju loftmynd, Maður finnst eins og maður sé á svæðinu, að nota það.
En hvernig líst þér á þessa framtíðar sín? Bara mjög vel. Bara allar hugmyndir sem hafa komið fram hérna bara mjög flottar sko. Mér finnst það bara glæsilegt, mjög skemmtilegt. Maður sér þetta í allt öðru ljósi, bara frábært. Hvernig líst þér á þessa nýju bæjarmynd? Mér líst það mörguleiti mjög vel á hana. Svona þegar á heildinni litið, það líst mér mjög vel á hana. Mér finnst það bara æðislegt. Hvernig líst þér á þessa nýju eða framtíðar bæjarmynd? Vel. Bara öðru síðan náttúrulega búin að eiga heima hér alla ævi, þannig að fylgjast með öllum breytingum. Páll segist vissum að þetta sé í fyrsta sinn á Íslandi sem deiliskipulagi sé fléttað á þennan hátt saman við sýndarveruleika og rannsóknir í umhverfissálfræði og vill gjarnan sjá meira af því. Ég vil sjá önnur sveitarfélög koma inn í þetta og nýta sér þetta og taka sálfræðilega þáttinn alvarlega þegar þeir eru að skipuleggja, þegar verið að skipuleggja og móta umhverfið sitt. Þannig að við erum að hanna fyrir fólk og þess vegna verðum við að horfa á hvernig eðli fólks, hverjar eru væntingar, þarfir, viðhorf. Hvernig þetta samspil? Við þurfum að taka þetta inn í til þess að búa til umhverfið sem virkar fyrir okkur.